Við erum með Loga Ólafsson, þjálfari KR-liðsins. Logi, virkilega ánægjulegur sigur. Ég veit ekki hversu langt síðan vinnum Keflvíkinga síðast. Hvað finnst þér um þennan leik? Mér finnst það bara góður okkar hálfu. Ég held að við bara komum nokkuð vel stendir í þennan leik. Þar að segja að menn gerðu þetta mikillega ánægju og gleði að undanskildum nokkrum mínútum í seinni hálfleik þar sem við hleyptum inn í leikinn og það var bara því miður og þá jöfnuðu þeir en þarna sýndi liðið að það eru sterkir persónuleikar í þessu liði og menn unnu sig inn í þetta aftur og unnu síðan sannfærandi sigur og það er bara mikilvægt. Það er óvænt að segja að þú gerir þrefalda skiptingu þegar við áttum svolítið högg að sækja í leiknum. Skiptingarna svínvirkuðu í leiknum hjá þér? Já, það gerðu það og við höfum unnið af því markvisst að vera með svona 18-20 manna hóp eða 18 manna hóp sem að það skiptir í rauninni ekki máli hver af þessum 18 eru í liðinu hverju sinni. Þetta eru það sterkir einstaklingar og þeir sýndu það á sönnuðu þeir sem kom inn að þeir geta breytt leikjum. Jónas Guðni steig upp þegar þurfti að halda. Það hefur nokkuð verið umræðin að þetta sé jafnvel síðasti leikur Jónasar fyrir KR. Kannski fullstændigt að segja til það en ég veit að forráðamenn Halmstad voru víst að fylgjast með honum í dag. Hver er staðan með Jónas? Er þetta síðasta leikurinn hans fyrir KR? Nei, það get ekki verið. Glugginn opnar ekki fyrir júlí í fyrsta lagi þannig en ég veit ekki, þetta félag hefur ekkert haft samband við KR. Þannig að við lítum bara á þessi KR-ing með glæsilegt mark. Erum við þakka kærlega fyrir til hamingju með sigurinn. Við erum með Jónas Guðna, fyrirliða KR og mann leiksins að mati KR-klúsins. Fyrsti sigurleikur KR að Keflavík heimavelli síðan 2001. Hversu mikilvægur er þessu sigur fyrir liðið? Alveg gríðarlega mikill og við erum að tapa 7 stigum á tímabilinu sem er kannski pínlítið mikið. Og við vissum það að við þurftum á sigri að halda hérna í kvöld ef við ætluðum að halda í við gríðarlega sterkt F-lið sem verðist bara klára alla sína leiki saman hvernig þeir spila. Og við vissum að því og mættum bara gríðarlega grimmir. Mér fannst fyrri hálfleikurinn mjög góður hjá okkur þar sem við létum boltann ganga og þeir áttu eiginlega engin svör við okkar leik og förum með 1-0 fórust inn í seinni hálfleik. Svo gerist það eins og hefur oft gerst hjá okkur. Við dettum niður, ætlum okkur einhvern veginn, ég veit það ekki, haldaði einu marki og þeir náttúrulega þá refs okkur bara með það með einu marki. Skiptingarnar svínvirkuðu, þú stegst upp rétt tíma, skoraði sigurmarkið. Hversu sætt er að skora svona móti gamla liðinu sínu? Það er alltaf sætt að skora og ennþá sættar að skora Keflavík, það er alveg hreinu. Það hefur svolítið verið umræðan undanferð og fórst út í Svíþjóðar reynslu daginn og einhver vildi meina það var jafnvel síðasti leikurinn fyrir KR. Er eitthvað málun eitthvað farin að skýrast og ég vildi nú helst ekkert segja við okkur en er eitthvað að gerast í þínum málum? Nei, ég hef ekkert eitt. Ég fór þarna í 2 daga þarna til Svíþjóðar og mér list bara mjög vel á aðstæður og það er stærri klúbbur, stærri deild og þeir voru bara mjög ánægðir með mig og sýndu mig mikinn áhuga og voru á leiknum hérna í kvöld veit ég og svo held ég að það skýrist bara meira með þetta í vikunni en það er svo langt í það að ég hoppi út bara til Svíþjóðar þegar það er engar samningaviðræður farnar í gang og ég held að sé alveg hreinu að það þarf að vera þokkalega gott svo að ég fá að fara á miðju tímabili og þetta þarf náttúrulega líka að vera spennandi fyrir mig. Maður hefði kannski hoppað hvað sem er fyrir 2-3 árum en það er öðruvísi staði í dag. Við þakka kærlega fyrir og til hamingju. Guðmundsson, þjálfari Keflavíkurliðsins. Kristján, þetta fór nú ekki eins og venjulega því Keflvíkingar sigurðu á KR-inga en þetta snýrist við í dag. Hver er ástæðan fyrir því? Já, það er rétt. Ég hef ekki upplifað þetta áður á KR-allinum að tapa leik en ástæðan fyrst og fremst sú að KR var betra svona heilt yfir leiknum. Maður er oft séð Keflvíkingarna beittarinn í dag. Þetta var eitthvað þungt yfir mönnum og köflum og menn fundu sig einhvern veginn ekki. Já, það er nú alveg rétt. Það er svona vantaði einhvern ákveðin kraft, menn voru of langt frá mönnum, sérstaklega inn á miðsvæðinu þar sem að KR-ingarnir fengu að líta nokkuð vel út. Það var ekki nóg vel dekkað og svo þegar við unnum boltan þá voru bara ekki að senda boltan í þau svæði sem við vildum gera eða við vorum búin að tala fyrir leikinn. En það gerðum við í upphæði seinni hálfleiks og náðum að opna svolítið vörnina hjá KR-ingunum og uppskerum svo markum bara horni en einhvern veginn þá fylgjum við ekki enn eftir. Við bara aðeins svona tökum djúpt andan og ætlum að undirbúa okkur undir næsta áhlaup en það bara var ekki til kraftur til þess að fara í það.
Maður svona hélt að leikur að vera að snúast miklu, það hefur nú verið venjan svo hérna á KR-vellinum að við höfum kannski verið í leiknum framan á og svo hafa Keflvíkingar skorað og stungið af. Maður svona hélt að vera að snúast við en það var eins og menn hættu bara. Logi gerði þrefalda breyting og þá var eins og menn hefðu verið bara hætt. Hefðu þú mátt gera eitthvað breytingar í þínu liði? Á þessum tímapunkti voru búin að skipta 2 út af en það var ekki taktískt, það var bara vegna meiðsla og við höfum þurft að vera alltaf mikið í þeim gírnum í sumar að vera skipt út af vegna þess að menn eru kannski ekki alveg 100% tilbúnir. Það hjálpar ekki. Ertu ósáttur með rauðaspjaldið? Ég veit ekki. Það stór bara minnst ábyrgð. En hvernig líst þér svona, sem skoðum utan að komandi, hvernig líst þér á KR-liðið? Þeir fengu allavega að líta vel út í kvöld og þeir eru með alveg gríðarlega sterkan leikmannahóp og þeir geta alveg haldið áfram sömu braut ef þeir fá álíka mótspyrnu og fengu í dag. Við þökkum fyrir og gangið vel. Við erum hérna með Guðmund Benediktsson, sóknarmann og markaskóra KR í dag. Guðmund, þú lítur að setja press á logum þar í byrjunarlið eftir þessa frammistu. Ég veit ekkert það. Er hann ekki það? Já. Nei, ég er bara ánægður að fá að spila. Það er ánægður að Björki skilur vera meiddur. Hann er best kemdur þar. Nei, þetta var bara gaman að fá að byrja og ánægður náttúrulega að fá að skora en sérstaklega ánægður bara með stíðin þrjú. Ég held að við máttu skilið og ekkert vera að busta Keflavík hér. Þú ert sennilega eini leikmaður liðsins sem er unni Keflavík áður. Hversu mikilvægt er að sigrast á þessari grílu? Ég þekki í raun og veru ekki þessa grílu. Ég held að þegar ég var að spila hér þá unnum við og töpum gegn Keflavík til skiptis og ég þekki ekki, eins og ég segi, ég þekki ekki þessa grílu og mér er sjálfsagt að vinna Keflavík hér á heimavelli. Þú skoraðir lagalegt mark en áhorfendur eru fyrir miklu vonbrigðum þó tókst ekki upp gamla góða fagnið þitt. Hvað á ekki að taka það upp aftur? Já, það er langt síðan en það er aldrei að vita, vonandi fæ ég að spila meira og vonandi skora ég kannski eitt í viðbót einhvers staðar og það er aldrei að vita en ég luma á því einhvers staðar. Næsta leikur á 50 daginn kemur á móti Gróttu á gervigrasinu út á Nesi. Reiknar með að fá að spila þann leik að þóluskrokkurinn gervigrasi út á Nesinu? Já, ég geri ráð fyrir því að hann þóli það og hann þólir í Vesturbænum og þetta er ekki það langt frá þannig að ég held sér svipað og ég vona það einilega bara að ég fá að spila gegn Gróttu og verður gaman að kljást við þá ef ég fæ tækifæri til þess og það verður hörkuleikur. Allt undir 5-0 óásættilegt? Nei, alls ekki. Ég er búinn að fara núna 3 svar að sjá Gróttu spila og þeir eru með góða menn og við þurfum bara að eiga góðan dag til þess að vinna þá og þeir eru með hörkulið. Við þakka fyrir.